Já, þá förum við að byrja. Klárt. Góðan daginn. Ég býð ykkur öll velkomin sem hér eru og þá sem horfa og hlusta á 47. bæjarstjórnarfund. Haldinn hér í Norðursal Ráðhúss Árborgar á Austurvegi 2. Og við förum við mætingu og mættir eru bæjarfulltrúarnir Helgi Sigurður Haraldsson hér stendur, Klara F. Sigfúsdóttir bæjarfulltrúi S-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista, Tómas Ellert Tómasson bæjarfulltrúi M-lista, Sigurjón Vídalín Guðmundsson bæjarfulltrúi A-lista, Gunnar Egilsson bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir bæjarfulltrúi D-lista, Kjartan Björnsson bæjarfulltrúi D-lista og Ari Björn Þórarinsson bæjarfulltrúi D-lista. Starfsmenn fundarins og rita fundargerðar Helga María Pálsdóttir bæjarritari og Gísli Halldór Halldórsson bæjarstjóri situr einnig fundi. Áður en við göngum til dagskrár þá kalla ég eftir ykkur þeirra athugasemdir við útsend fundarboð. Ari Björn, gjörðu svo vel. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, gestir, tilheyrendur. Ég vil gera eiginlega smá athugasemd við boðun fundarins. Mér finnst raun og veru ekki boðlegt, þó ég viti að þetta er allt löglegt. Ég er ekki að gera lítið úr því. Mér finnst ekki boðlegt að senda boð á bæjarstjórnarfund á mánudegi klukkan 3:30 á föstudegi. Mér finnst það raun og veru ekki boðlegt, þó að við komum póstur klukkan 12:30 frá bæjarstjóra að hugsanlega getur orðið bæjarstjórnarfundur. Þá raun og veru finnst mér bara svona tilliti til allra. Við erum öllu jöfnum með bæjarstjórnarfundi á miðvikudegi og ég get ekki séð að það sé neitt sem reki það áfram að við verðum að neyðast til að halda þennan fund á mánudegi. Það hefur verið miklu eðlilegra að hann yrði bara á þá næsta miðvikudag. Takk fyrir. Ari Björn, viltu að þið bókuð efnislega einhver? Nei. Ekki svo? Bara bókað ég hafa komið. Já. Takk fyrir það. Þá göngum við til dagskrár. Fyrsti dagskrárliður útboð á húsnæðislaust BES á Eyrarbakka. Það tillaga frá 144. fundi bæjarráðs þar sem lagt var til að bæjarráð samþykkti að útboð fari fram í samræmi við sviðsmynd A varðandi bráðabirgða húsnæði á Eyrarbakka fyrir barnaskólann. Tillagan var samþykkt með 2 atkvæðum. Gunnar Egilsson D-lista greiddi atkvæði gegn tillögunni og með fylgir minnisblöðin þessar tillögur sem var greitt atkvæðum og orðið laust þessa tillögu, þennan lið. Þessi hljóðs. Ari Björn, tekur til máls, gjörðu svo vel. Breytir þetta einhverju? Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar, gestir, ég er mitt mjög ánægður með það að Gunnar skyldi hafa greitt atkvæði gegn þessari tillögu svo að það kæmu fleiri að borðinu til að ræða þetta mál. Þetta er stórt og mikið mál og kannski hagur okkar allra að það komi sem breiðasta umræða þetta framtíðarhúsnæði barnaskóla á Eyrarbakka og hvað við gera. Og vegna þess varð Gunnar raun og veru að greiða atkvæði á móti og að þetta kæmi meiri umræðu það hvað væri best að gera. Fyrir þannig, takk. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Tómas Ellert Tómasson. Forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur og bæjarstjóri. Þetta mál kemur inn í bæjarráð vegna þess að í fjárfestingaráætlun sveitarfélagsins ekki heimild fjárheimild fyrir þessu verkefni að fara í að gera færanlega kennslustofur hérna niður á Eyrarbakka og í raun verið að gefa mannvirkja og umhverfissviði heimild til að
vinna í málinu. Ég ekki sammála því sem kom fram hér í máli bæjarfulltrúa Ara áðan. Tími líður og við höfum væntanlega notið til framtíðar líka fyrir færanlega kennslustofur annars staðar í sveitarfélaginu seinna meir. Við bara svona benda líka mönnum á það að önnur sveitarfélög þau eru hreinlega að fara í rammaútboð til nokkura ára á færanlegum kennslustofum, Reykjavíkur, Kópavogur, til þess að eiga alltaf til að geta brugðist við einhvern tímur upp á. Og þarna er einfaldlega verið að gefa mannvirkja umhverfisi þessa heimild að vinna málið áfram. Fleiri hafa nú ekki Gunnar Egilsson, bæjarfulltrúi tekur til máls. Já, forseti, bæjarfulltrúi og tilheyrendur. Já, þetta er nú dálítið einkennilegt mál. Fyrir, ég held að það verið 21. janúar, þá komið til ljós að mygla upp í skólanum á Eyrarbakka og síðan mánuð seinna þá kom ég með tillögu það að fara í að laga skólan á Eyrarbakka. Nú kemur hérna bæjarfulltrúi Tómas Ellert upp og segir að þetta sé bara alveg bráðnauðsynlegt að hafa fund núna þessi mál að því tíminn flýgur frá okkur. Ég spyr bara, er tíminn ekki bara að hlaupa frá okkur ennþá? Hvernig ósköpunum er þetta? Ég bent á þetta og það var gert lítið úr því, það var ekki hægt að svara því á bæjarráðsfundinu sem ég kom með inn. Þetta var einhverju ægilegur misskilningur og svo kom það inn næst á bæjarráðsfundi. Þessa tillögu sem ég kom með. Ég líti á það hefði átt að deyja eitt þetta kemur upp að fara í það að laga skóla. Síðan hefur bæjarstjórnar meirihlutinn ákveðið það að það er búið að vera halda hérna fundi, byrja á því að vera með fundi það, hvort að taka samtali við foreldra og kennara og allt saman. Við vitum hvernig svo fundaherferð hefur farið. Það varð allt vitlaust á Eyrarbakka á Stokkseyri yfir þessu. Formaður skipulags- og byggingarnefndar kemur fram í sjónvarpi og segir vilja byggja skólanum millist þorpanna, síðan vilja þær fara með skólan niður á Stokkseyri annar daginn og síðan kemur allt í 180% 180 gráðu vending á þetta og þá að fara með skólan á Eyrarbakka. Ég hef allatíð sagt að það ættu þetta bara að laga skólan á Eyrarbakka. Ég er alveg steinhættur að skilja hvað það er. Þetta það sem þið voru að leggja fram í bæjarráði núna er galið. Bara eitt orðið við það. Ef þú skoðar þetta sviðsmyndir sem er settar þetta upp að fara að kaupa einhver gömul notuð hús til þess að setja færa á Eyrarbakka til þess að bjarga því sem þið bjarga verður, þið hefðu átt bara að hugsa út í þetta strax þess að ég bent á í upphafi. Það áttu bara að fara í það strax að laga skólann á Eyrarbakka. Menn segja það að sé ekki hægt að þau bara rífa húsið er ónýtt og allt í því. Ég er bara ekkert sammála því, alls ekki. Það þarf auðvitað að fara í það að vinna málið á réttu stað. Vegna þess að þetta eru verðmæti í húsin okkar er þetta verðmæti. Það er bara þannig, það þarf auðvitað bara að taka þetta, rífa innan úr því. Það sem það rífið núna og byggjaði upp á ný, það sem þetta gera. Þetta er steinhús. Kom átt ykkur á því. Árið 2014, þá settum við inn í þetta 2014 til 18, þá vorum við að setja inn í viðhald á skólanum á Eyrarbakka. Í stefnuskrá okkar sjálfstæðismanna þá, 2018, var það að endurbyggja við skólan á Eyrarbakka. Það er bara svoleiðis. Þetta er til staðar, þetta er til bóka, þetta er til skjalfest að við vildum þetta. Hvað er gert? Það hefur ekki verið farið með krónuðinn til þess að laga skólan á Eyrarbakka. Bæjarfulltrúi Arna Ýr fóru upp og sagði síðustu 5 ár höfum við sett 23 milljónir. 5 ár. Ég spyr bara,
Við vorum í stjórn þetta fyrir 5 ár. Þá settum við 23 milljónir. Það er alveg rétt. Ekki að reyngja það. Það var bara það. Við vissum það þyrfti að fara í skólan og halda viðhald við hann skóla. Það þyrfti að fara þarna inn til þess að halda við þessar eign. Hvað gerðum við? Settum nýtt tak á hana. Við byggðum bílsla við skólan. Við tókum inni, við settum innréttingar inn og græjuðum. Þetta er allt ónýtt. Þeirra mati. Það er miklu hana, það þarf að fara í þetta. Þetta er á fleiri stöðum heldur bara Eyrarbakki Stokkseyri í skólahúsnæði hér. Og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Tómas Ellir Tómasson. Forseti, og einmitt að byrja að leiðrétta bæjarfulltrúa, það hafi verið setti fjármunir í viðgerðir á skólanum á Eyrarbakka og í janúar og í febrúar eftir að þessar aðstæður komu upp og þegar var búið að fara og skoða húsnæði þá var menn sammála um það að fyrsti fasi í þessu væri bara að koma starfsfólki og nemendum út úr húsnæðinu til fyrsta og fara í eitthvað bráðabirgðað húsnæði þarna niður á Eyrarbakka. Næsti fasi væri það að koma skólastarfi á Eyrarbakka og Stokkseyri fyrir vind, fyrir næsta skólavetur. Við höfum ekki mikinn áhuga á því að börnin byrji í skólanum þarna í þessu sama húsnæði það er að klára núna þennan vetur. Og í þriðja lagi var rætt um það að fara í það ásamt með íbúunum og öðrum hagsmunaaðilum að þessum skóla það hvernig best væri háttað framtíðar skipulagi á skólanum niður á Stokkseyri og Eyrarbakka. Sú vinna hefur nú rétt lítillega farið af stað. Við erum búin í fyrsta fasa og komum nemendum og kennurum út úr húsnæðinu og öðru starfsmönnum. Þessu skemmta húsnæði. Og næsta skref, annar fasi þá, það er að koma skólanum í húsnæði sem að getur rúmað þessa starfsemi og hýst hana með sóma. Svona til upplýsingar hér, þá er það sá sem að stendur hér, að hann er engin nýgræðingur í þessu málum. Ég vann hjá Reykjavíkurborg í 4 ár, akkurat að vinna svona málum. Þú reyndar ekki að Fossvogsskóla, ég kom ekki að þessu stóru klúri sem var þar, ég var hættur. En í öllu þeim aðgerðum sem við unnum þar, þá hafa þær aðgerðir sem gerðar voru til lagfæringar staðist og staðist mjög vel og heppnast mjög vel. Einnig til upplýsingar. Og þá hef ég séð margar svona skýrslur. Ég hef séð margar skýrslur frá Eflu, Verkís og hvað það heita þessar stofnanir sem að hafa verið að taka sýni úr skólum og stofnunum og byggingum í eigu sveitarfélaga. Og ég fullyrði hér í ræðustól að ég hef aldrei séð jafn svarta skýrslu og einmitt þessa skýrslu með byggingarnir á Eyrarbakka. Aldrei. Það hefur einnig komið í ljós samantekið að viðgerðarkostnaðurinn gæti verið 260 milljónir krónur að koma þessu skóla í starfshaft í starfsemi aftur. Brunabótamatið þessara byggingar sem skemmdar, það er 245 milljónir. Og það má finna út endurstofnvirði fasteigna með því að bæta við brunabótamati einhverjum 10-12%. Og þá standa eftir
275 milljónir króna sem að virði fasteignana þetta niður frá væru, það væri í 100% góðu ástandi, mjög góðu ástandi. En svo ekki. Staðan einfaldlega sú að við höfum fengið kostnaðaráætlun á viðgerð upp á 260 milljónir króna. Þannig að sem eru 95% af endurstofni Reykjavík. 95%. Ég hef aldrei séð svo. Það er almennt talið í mannvirkjagerð að þegar að mannvirki eða hrakvirði mannvirkja er komin niður í 30%, að þá er mannvirkið ónýtt. Það er ónýtt. Hér er hrakvirði komin niður í 5%. Samt standa menn hérna uppi og segja bara, mér finnst að það eigi að gera það svona og hlusta ekki á og vil ekki hlusta neinu rök sem koma frá þeim bestu sérfræðingu sem til eru á landinu í þessum efnum. Það er bara þegar mér finnst að ég að gera svona. Það er ekkert svoleiðis, við erum að fara hérna eftir bara leiðbeiningum og öðrum frá sérfræðingum í þessum málefnum. Ætlið þið að fara að hætta það, ok, það er áætlun upp á 260 milljónir króna og verkstími 52 vikur, heilt ár. Það þýðir að það verður ekkert skólastarf þarna niður á Eyrarbakka í vetur. Það er það sem að þið eru að leggja til. Nákvæmlega það sem að þið eru að leggja til. Þannig að eina viti er það að það er að koma niður færin á kennslustofum og gefa mannvirkja umhverfissviði frið og heimild til að starfa með sérfræðingum að lausn þessara mála, þannig að það verði skólastarf á Eyrarbakka næsta vetur. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Brynhildur Jónsdóttir. Hvar er þetta í stream? Já, forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Sannarlega hefur þetta verið erfitt og krefjandi verkefni fyrir náttúrulega bara skólastjórnendur þegar þessi svarta skýrsla var gefin út. Og þess vegna finnst manni kannski pínu skrítið þegar bæjarfulltrúi Tómas Elliot segist aldrei að sé eins svarta skýrslu eins og þarna, að var ekki farið strax í að gera eitthvað. Strax daginn eftir hefði þá átt að fara í einhverjar alvöru aðgerðir. Það er það sem við erum kannski að gagnrýna. Og þetta bara við höfum bara verulega áhyggjur af því og þetta með bráðabirgðahúsnæðið sem hefur verið að fara í þessa sviðsmynd A og verður þetta svona svipað eins og í Stekkjaskóla. Það er þetta áhyggjafni sem við höfum. Bara hvað ef þetta gengur ekki upp? Hvað þá? Við erum að ræða dagskrárlið 1, fleiri hafa ekki beðið sér hljóð. Já. Gunnar Egilsson, bæjarfulltrúi tekur til máls. Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi tekur næst til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Það er nú fyrst til að nefna að þakka Gunnari fyrir það að greiða þarna atkvæði á móti, þannig að við fáum þó þessar umræður það. Það hljóta að vera upplýsandi ef að kjörnir fulltrúar geta gifst hér á skoðunum þessi mál. Og Gunnar fór nú yfir það hérna varðandi svörin sem gefum voru á fundi á Eyrarbakka viðhald og viðhaldsframkvæmdir í skólanum á Eyrarbakka. Það er svo sem hjálpar ekkit mikið að vera að byggja það og fara yfir það hér núna. Þetta er staðan sem núna er og áfram verð ég auðvitað játa minn veikleika í því að ég auðvitað þekki ekki svona framkvæmdur og hef svo sem ekki forsendur til annars en að hlusta á þær skýrslugerðir sem gerðar eru þarna þetta. Hitt er svo annað mál hvort að það er staðan á barnaskólanum á Eyrarbakka
glórulaust að laga hann og gera við hann. Mér finnst það nú einhvern veginn vera einhvað síður vænlegasti kosturinn svona hort á þetta án þess að hafa á því fullt vit. En óvissan sem að skapast bæði á Eyrarbakka og Stokkseyri, við höfum nú alltaf fundið hana kjörnum fulltrúar á þessum fundum sem hafa verið þarna upp á síðkastið og það er alltaf alveg skýrt hjá okkur í D-listanum að við viljum skóla halda áfram í báðum þorpum og viljum styðja við bakið á því. Það eru 2,5 mánuði síðan þetta kom upp og formaður skólanefndar sagði að það hefði allir verið punktsveittir að vinna við það að undirbúa nýjar lausnir og svo sem kann það að vera, að það séu allir punktsveittir við það. En maður vildi nú kannski fá betri skilgreiningar á því í hverju það liggur. En svo er þetta hitt að maður skynjar það líka að skoðanir skólasamfélagsins, eða hvað kallast skólasamfélagið, jú, margir nefna það, kennarar og skólastjórnendur og fleiri og jafnvel yfirmenn í menntamálum hjá sveitarfélaginu, þeir hafa kannski að mörgu leyti mjög ólíka sýn og íbúarnir. Það virðist nú held ég alveg liggja nokkurn veginn fyrir. Þannig að það er þá okkar kjörinna fulltrúa að finna einhverja lausn á því, milli lausn á því og þannig að við þurfum þá að taka afstöðu til þeirra kosta sem hér eru framkomnir, en óvissunni þurfum við auðvitað að eyða sem allra fyrst, barnanna og íbúanna vegna og fá góða niðurstöðu í það sem hægt er með þá stöðu sem upp er. Þá tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Egilsson. Forseti, bæjarfulltrúi og tilheyrendur. Ég ætla nú ekki að vera að halda áfram í það sem ég er búin að vera bent á og ég ætla að fá svar í spurningu. Þá er ég held áfram hér. Út af því að lá svo mikið á því að halda bæjarstjórnarfundi núna í dag er búið að kaupa skólastofur. Ég ætla að fá heiðalegt svar frá. Helgi, þú getur ekki svarað því. Þá tekur til máls bæjarfulltrúi Sigurjón Vídalín Guðmundsson. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjarritari og aðrir tilheyrendur og áheyrendur. Já, við erum að ræða hérna húsnæðismál Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri. Það dylst engum að þetta er ekki skemmtilegt mál og raun og veru mjög erfitt á margan hátt. En það er okkar hlutverk að leysa það og ég fæ með engu móti sér hvernig það getur leyst nokkuð skapaðan hlut að vera að halda stöðugt fram, að halda stöðugt á lofti, rangfærslum og að vera að reyna að gera ferlið eins tortryggilegt og hægt er þegar það er búið að reyna að vinna í þessu frá því að það koma skólahaldinu á Eyrarbakka og Stokkseyri í skjól. Bara til þess að fara yfir þetta eina ferðin enn, þá var það ljóst nánast strax að skólahúsnæðið á Eyrarbakka og Stokkseyri yrði ekki nýtt til kennslu í nánustu framtíð. Og mjög fljótlega eftir það kom í ljós að það er svo illa farið að það borgar sig ekki að gera við það. Það er bara staðreyndin í málinu og það er ekki eitthvað sem mér finnst, það er bara samkvæmt úttekt sem var gerð að verkfræðistofunni Eflu. Og ef við ætlum ekki að treysta því að fólk og sérfræðingar sem starfa við þetta að meta svona og koma með kostnaðaráætlanir og annað sem að við þurfum að geta tekið mark á, þá veit ég ekki hverjum við eigum að treysta til þess að taka ákvarðanir. Nú, það var síðan farið það að vinna lausnir á því hvernig verður hægt að koma skólahaldinu í bráðabirgðar úrræði.
og augljósi kosturinn var sá að koma því upp á Stokkseyri. Það hefði verið hægt að tryggja að þá myndi skólastarf hefjast á réttum tíma í haust. Það hins vegar féll ekki í kramið og það er mjög háar krafa það að bráðabirgðahúsnæði verði reist á Eyrarbakka. Við ákváðum því að hlusta á þær raddir og taka tillit til þeirra sjónarmiða og höfum síðan farið í það verkefni að reyna að finna lausn á því máli. Eitt af því var einmitt að skoða þetta húsnæði sem að Reykjavíkurborg var að bjóða, en það reyndist ekki fullnægjandi og þar af leiðandi var því hafnað. Þess vegna erum við stödd hérna núna til þess að fá heimild til þess að bjóða út byggingu á nýju kennsluhúsnæði, bráðabirgðakennsluhúsnæði fyrir Barnaskólann Eyrarbakka á Stokkseyri. Og ég endurtek, við erum að bjóða út, fá heimild til að bjóða út byggingu á nýju kennsluhúsnæði, bráðabirgðar. Vegna þess að við vitum það alveg eins og bráðabirgðahúsnæði sem var reist við Stekkjarskóla, þá mun það nýtast áfram ókomin ár. Því að sveitarfélagið Árborg er í gríðarlegum vexti eins og flestir vita. Og þá kem ég að spurningunni Hans Gunnars. Nei, það er ekki búið að semja við einn eða neitt, en það væri þá engin tilgangur í að fara í útboð. Útboð er til þess að fá hagstæðustu verðin og reyna að ná sem bestum samningum. Það snýst þetta mál. Að fá húsnæði til þess að sé hægt að hefja kennslu á Eyrarbakka sem allra fyrst. Vandamálið við þetta er hins vegar það, og það verða allir að hafa í huga, fyrst að þessi leið, ef virðist vera svo eina sem er fær, að þá getur það þýtt að við náum ekki að hefja kennslu á Eyrarbakka og Stokkseyri í 23. ágúst. Það er áhættan í þessu ferli. Takk. Þá tekur máls bæjarfulltrúi Tómas Helgi Tómasson. Vel. Hann ætlar að flytja bókun. Það er svo handbóstarum í dag. Forseti, já, það var rétt sem kom í máli fram í máli Sigurðar Sáðan að mannvirkjaumhverfið sig ásamt fræðslusviði og fleiri starfsmenn sveitarfélagsins hafa unnið að þessu máli bara frá degi 1. Það hafa bara verið á hvolfi og velta upp öllu steinum og finna einhverja lausnir á málinu. Sem allir getur sett sig við. Og en ég ætla að láta þessa bókun fara sem að er nafnið okkar í meirihlutanum. En hún er hljómar svo. Það ætti öllum að vera ljóst að það borgar sig að byggja nýja skólabyggingar á Eyrarbakka í stað þess að fara í viðgerð. Almennt er viðurkennt í mannvirkjagerð að þegar hrakvirði eignar er komið niður fyrir 30% af endurstofnvirði, þá er mannvirkið talið ónýtt. Það er forkastanlegt og mjög óábyrgt að ætla sér að fara í endurbætur á húsnæði þar sem hrakvirði eignar er komið niður í 5%. Brunabótamat fasteignanna við skólabyggingunar á Eyrarbakka Brunabótamat fasteignanna við skólabyggingarnar á Eyrarbakka er 245,7 milljónir króna. Endurstofnvirði fasteignanna má þau áætla sem 275 milljónir króna. Viðgerðarkostnaður og svo áætlun sem unnið var að Eflu verkfræðistofu er talið vera 260 milljónir króna og verktími 52 vikur. Áætlaði viðgerðarkostnaðurinn er því 95% af stofnvirði. Hrakvirði fasteignanna er því 5% af endurstofnvirði. Brunabótamat tekur til þeirra efnislegu verðmæta húseignar sem eyðilagst geti eldi og miðast í byggingukostnað að teknu tilliti til aldurs, slits, viðhalds og ástandseignar að viðbættum kostnaði við hreinsun brunarústa. Brunabótamat tekur ekki til lóðarinnar eða staðsetningar verðmætis. 2 eins hús sem byggðar á sama tíma, annars vegar á eftirsóttu svæði og hins vegar á lítt söluvænu svæði, hafa því jafnhátt brunabótamat. Endurstofnverð er áætlaður heildarbyggingukostnaðar húseignar án opinberra lóða og tengigjalda og án kostnaðar vegna lóðaframboðs. Með aðstoð brunabótamats er hægt að finna út endurstofnvirði fasteignar. Almennt er talið að endurstofnverð fasteignar sé 10-12% hærra en brunabótamat. Arna Ýr, Klara, Helgi, Sigurún og Tómas Helgi. Við sendum þetta til þín.
Jæja, það er Gunnar Egilsson sem tekur næsti máls. Já, forseti bæjarfulltrúa tilnefndur, já. Fróðleg bókun hjá Tómas Ellert þessi mál. 260 milljónir, kostar að laga þetta. Hérna í þessu minnisblaði, þá er þetta frá hvað? 100 og einhverjum milljónum upp í 450 milljónir að byggja húsnæði. Allavega eitt dæmi hátt að kaupa laus og kennslustofu kostaði 236 milljónir, sá ég. Og þar að því voru kennslustofur, voru þær kennslustofur, sumaðan voru lekar og vandamál með þær, það voru ekki hæfar í það. Aftur á móti skilji alveg vandræðaganginn í þessu máli. Það er bara búið að vera núna 2,5 mánuð síðan þetta kemur. Við fréttum af þessu fyrir mánuði eftir þetta var, sem sagt fyrir 1,5 mánuði, komið þessu tillögu. Svo núna alveg bara möst að halda bæjarstjórnarfund núna til þess að ræða þetta mál og þetta er ekki þessi fundur, þetta er auka fundur sem við erum að halda hérna í bæjarstjórn út af þessu máli. Það verður gaman að sjá, fróðlegt að sjá hvað kemur út úr þessari útboði. Það hlýtur að þurfa að taka fyrir bæjarstjórnarfundi hér, auka bæjarstjórnarfundi til að samþykkja útboði. Ekki er að tekið fyrir öðruvísi, menn veit ekki hvað er að fara að samþykkja öðruvísi. Það hlýtur að koma þá. Ég er ennþá að því að þurfa bara að fara í það að laga hana skóla. Ekkur er gjóðskætti tilbúði að láta laga. Það getur verið líka. Þetta er komið tvær tillögur, annars vegar að óskætti nýju húsnæði eða lagaskólan. Það getur verið fullt af mönnum sem eru tilbúinir að laga þetta. Og hrakfirði, eigna og annað. Ég man nú ekki eftir, við höfum bara nýlegt dæmi hérna hjá okkur. Það var það að við fórum í byggðasafnið og löguðum það. Ég kom nú inn í stjórnunarrýmið þar og ég sagði nú bara þau flegu orð, það var eina sem hægt að gera við þetta, var að rífa þetta. Nei, þetta var lagað, topplagi, algjörlega innan kostnaðaráætlunar, mjög flott. Og okkur ber öll saman það, það tekist vel til. Tómas Eld sagði hérna, hann væri búinn að vinna, var 4 ár hjá Reykjavíkurborg í þessum málum. Hann sagði hérna orðrétt, eða næstu orðrétt, þá sagði hann, já, við höfum farið í það að laga svona verkefni og koma í lag og allt í góðu lagi. Nema hann fór í Fossvogsskóla, hann var ekki í því. Við hafa þá hreinu. Og ég var ekki með það, en önnur verkefni, þá hafið þið farið í að laga þau. Fullt af verkefni sem menna að fara í laga sem mikilvæg. Það er bara svona. Allan að mín skoðun er það. Ég er að hugsa hagsmuni sveitarfélags og hagsmuni íbúanna. Við erum búin að vera að eyða tíma allt og lengi í ekki neitt. Í staðan fyrir að tekið bara af skarið strax, það kemur í ljós, fyrstu vikuna, hvernig að leysa þetta og að halda samtalið við alla bæjarfulltrúa þetta mál. Það er bara ekki gert. Sitja alltaf ein og þetta hefur aldrei verið neitt og þess vegna erum við að gagnrýna þessi vinnum. Bara svona, ég kom hérna aðeins inn til þess að fara yfir út af orðum síðasta ræðumanns og ef einhver eru að horfa að hlusta að við erum semst að ræða tillögu bæjarráðs það að samþykkja að fara í útboð til þess að það sé hægt að bjóða út þessa lausn. En það sem væntanlega Gunnar átti við áðan var að síðan þarf bæjarráð að bæjarstjórnin samþykkja eða því tilboðið verið tekið, því tilboð sem verið tekið. En það er verið semst að fjalla það að fara í þá lausn að byggja upp bráðabirgðakennsluhúsnæði á Eyrarbakka með þeirri leið að bjóða út nýjar kennslustofur sem að setja það niður. Bara svo að það sé alveg á hreinu eins og kemur fram í fundarbúðinni. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Arna Ýr Gunnarsdóttir.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, við erum að ræða hérna málefni barnaskólans á Eyrarbakkastokseri og þann húsnæðisvanda sem við stöndum frammi fyrir með aðstöðuna á Eyrarbakka eða húsnæði á Eyrarbakka. Mér finnst það alveg óskaplega svona dapurlegt hvernig bæjarfulltrúi Gunnar Egilsson setur þetta mál upp. Alltaf að tala um það að það hafi ekkert verið gert. Hér hafi menn bara setið með hendur í skauti í 2 mánuði síðan að skýrslan frá Eflu leit dagsins ljós þessa alvarlegu stöðu sem að var í húsnæðinu. Þetta er auðvitað kolrangt og alrangt. Hér hefur verið unnið gríðarlega mikið verk og mikil vinna farið fram hjá skólastjórnendum, hjá mannvirkja- og umhverfissviði, hjá bæði framkvæmd og hjá framkvæmd- og veitunefnd og í fræðslunefnd og á fleiri vígstöðum. Það hefur verið unnið að því að eiga í virku samtali við íbúana sem að standa að skólasamfélaginu. Það tók auðvitað ákveðin tíma að finna bráðabirgðalausn. Það var náttúrulega fyrstu vikurnar fór í það að bara koma skólastarfinu fyrir vind og síðan hefur verið unnið að ýmsum leiðum sem að við sáum mögulega færar sem að hafa síðan ekki reynst færar og nú stöndum við eftir með þetta að það liggur á að bjóða út að kaupa sem sagt færanlegar kennslustofur til þess að við getum hafið kennslu og hafið eðlilegt skólastarf sem allra fyrst í skólanum í haust. Auðvitað er óvissan mjög óþægileg. Við skiljum það öll. Það er mjög erfitt að vera í þessari óvissu sem við höfum verið í undanfarnar vikur og erum auðvitað í ennþá. En ég vona að samfélagið, skólasamfélagið og samfélagið Árborg allt trúi því og treysti að við séum að vinna af heilum hug í þessu máli og við séum virkilega að vanda til þannig að sómi sé af fyrir samfélagið og við sýnum samfélaginu, skólasamfélaginu þarna niður frá virðingu með því að vinna svona að þessu máli eins og við höfum gert. Við erum virkilega að leita lausna og þetta er það sem við höfum núna að bjóða út þessar skólastofur þannig að hægt sé að hefja skólastarf sem fyrst. Og varðandi það að laga skólahúsnæði, við höfum svo sem margrætt þetta. Það er bara þegar það eru settir upp kostir og gallar við að gera við húsnæðið eða að nota það ekki meir, heldur fara í nýtt húsnæði, að þá eru bara gallarnir og áhættan það miklir að ég myndi ekki treysta mér til þess að standa hér og segja við fólk að það væri að fara vel með fél. Með við reynslu annara sveitarfélaga á hvernig hefur gengið að laga mygluhúsnæði, þá hræða þau spor. Því það hefur ekki gengið vel hjá öðrum sveitarfélagum sem að kljást þessu sömu hluta við. Það eru fjölmörg sveitarfélag þarna í þessari sömu stöðu og það hefur ekki borið góðan árangur eða góða reynslu. Þannig að ég vona það að við berum gæfu til þess að samþykkja það hér í dag að fara í þetta útboð. Því að það er í raunin eina leiðin sem við höfum hér nú og við vitum líka með húsnæðinu á Eyrarbakka. Það er búið að vera að nota gamla skólahúsnæðið. Það er 1 kennslustof inn í þessu húsnæði. Síðan eru 2 lausar kennslustofur þarna sem hafa verið notað og þær eru ónýtt. Þannig að húsnæðið sem við höfum og þó að það yrði farið í viðgerðar þá værum við ennþá í miklu vanda. Þeirri sem að Tómas Tómasson bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, almennt þannig lagað þau verkefni sem að ég kom að þar var viðgerðarkostnaðurinn áætlaður svona sem 5-20% af endurstofvirði fasteigna og það virðist vera að þegar að skemmdirnar eru orðnar meiri heldur en
viðgerðarkostnaður kannski sé 30, 40, 50% af endurstofnbyrði að þá sé þetta alltaf orðið spurning það hvort að eigi að fara í að reyna að gera við eða ekki. Við höfum því miður sorglegt dæmi í Reykjavík með Fossarskóla sem að áætlað viðgerðarkostnaður var 30% held ég af endurstofnbyrði byggingarinnar eða meira, 30-40%. Og það fór sem fór þar. Þannig að þetta þessi blessuðu miklu vandamál eru víða og þau kosta okkur skildingin. Þau eru svolítið tengd bara þeim byggingaraðferðum sem að við Íslendingar höfum tamið okkur á síðustu öld. Það er að segja að það er að einangra húsin innanfrá staðinn fyrir utanfrá og ganga frá veðurkápunni. Við höfum svo mikla tröllatrú á steinsteypunni að hún stæðist allt. Svo komum náttúrulega fram alkalískemmdir og slíkt í steinsteypu á síðustu öld og við komumst þá að því að steinsteypan væri kannski ekki alveg þetta töfraefni sem að við Íslendingar töldum í upphafi. Hún er lek, hún er opin, hún er gljúf, hún er eins og hraun. Til að fólk geti ímyndað sér það, hún er eins og hraun, þannig að það þarf að loka henni. Og því miður að þrátt fyrir allar þessar alkalískemmdir og allt þetta sem kom upp á síðustu öld og það að við vorum búin að átta okkur á því að steinsteypan væri ekki eilíft byggingarefni að þá höldum við áfram að einangra húsin okkar innan. Og ég ætla að vona menn annarkvort eða haldi ekki áfram á sömu vegferð varðandi uppbyggingu á mannvirkjum. Já, bara svo áður en við höldum áfram, bara svo ég ítryggi það sem ég sagði hér áðan, svo til þess að allir séu upplýstir að í þessu minnisblaði sem lá fyrir bæjarráði voru nokkrir valkostir og mikið hefur verið rætt og ritað það að bráðabirgða húsnæði Árnastofnunar Eyrarbakka og Stokkseyri yrði flutt allt á Stokkseyri og yrði þar til framtíðarlausn væri fundin, en sem sagt í þessu felst að bráðabirgða húsnæði BS verði á Eyrarbakka fyrir það sama kennslu og var þar í færanlegu kennslustofum viðbóta við þessar tvær sem eru í lagi og heimild til útboðs til þess að það sé að fara í það og reyna að hefja skólastarf á réttum tíma. En orðið er laust ef fleiri vilja taka til máls. Það er óskað eftir fundarhléi og vitið er orðið.
Jæja, þá er fundarhlé lokið og við höldum áfram dagskrá fundarins og næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Egilsson. Forseti bæjarfulltrúi og tilheyrendur, ég ætla að koma hérna með eina tillögu inn í þetta útboð. Jafnframt að vera að fara fram á útboði á lausu eða bráðabirgðahúsnæði við skólann á Eyrarbakka og ég er ekkert á móti því að vera að fara í útboð með þetta, alls ekki. En þetta er á móti vilja að það sé bætt við þetta. Það er óskætti því að það sé bætt við þetta að það fara að fá endilega kostnaðaráætlun viðgerð á húsnæðinu á Eyrarbakka. Það sé hægt að skoða það í leiðinni, það hefur 2 valskost. Það er komið fram hér tillaga frá Gunnar Egilssyni sem að væntanlega stendur nú sér, ég nú bara staðið sér sem tillaga það að fá að fari fram kostnaðaráætlun á viðgerðinni. Já, og við getum fengið. Tekur líka tíma. Já, sem sagt, tillagan fyrir fundinum er að fá samþykki fyrir að fara fram útboð á bráðabirgðahúsnæði við skólann. Og það er tillagan sem liggur fyrir fundinum. Gunnar Egilsson er með tillögu það að það fari fram útboð á viðgerð á núverandi húsnæði. Já, það verði sett í gang útboð. Boðin út viðgerðin. En þá bara, það er bara gott og gilt sem tillaga og þá er bara spurningi þegar þar að kemur. Hvort kemur undan ef niðurstaða í færilega kennslustofur og hvað hitt mun taka langa tíma, hvað menn vilja taka sjensin á að bíða lengi eftir því að hefja framkvæmdir. Þannig að ég lít á þetta þessum tillögu, aðra tillögu óháð þessari það að það fari fram og þá verður það sett bara í gang strax. Verður útbúin útboðsgögn og boðin út viðgerð á núverandi húsnæði. Það er óskað eftir fundarliði og ég verði við því.
og Gunnar Egilsson fyrir hönd bæjarfulltrúa kemur með breytingartillögu á þeirri tillögu sem liggur fyrir. Þar sem að hljóðar svo að samhliða útboði verði óskað eftir verðtilboði í viðgerðir og núverandi skólahúsnæði á Eyrarbakka. Þannig að það raun og veru breytingartillaga við þá tillögu sem liggur fyrir, þannig að þá þarf að bera upp tillöguna með þessum breytingum og þá ef hún samþykkt þá það endanlega niðurstaða. Ef breytingin verður felld þá verður hinn tillagan borin upp aftur. Þannig að tillagan sem ég ber upp tillagan það sem var í bæjar og að samþykkt að útboð fari fram í samræmi við sviðsmynd 2a ásamt breytingartillögu Gunnar sem að jafnhliða verði óskað eftir verðtilboðum í viðgerðir á núverandi skólahúsnæði á Eyrarbakka. Þeir sem samþykkja þessa tillögu gjörðu svo gefa merki. Þeir sem eru á móti gjörðu svo gefa merki. Þessi breytingartillaga felld með 5 atkvæði gegn 4 atkvæðum D-lista. Arna Eir Gunnarsdóttir óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði. Forseti. Það með stutta bókun vegna atkvæða okkar meirihlutanum. Samkvæmt skýrslu verkfræðistofunnar Eflu þá liggur þegar fyrir að kostnaðaráætlun á viðgerð á gamla húsnæði barnaskólans á Eyrarbakka 260 milljónir króna og verktími viðgerða 52 vikur. Undirritaði bæjarfulltrúar telja að vinna við útboð og endurbótum sé of áhættusöm með tilliti til kostnaðar og verktíma. Undirrituð telja að starfsemi BES á Eyrarbakka sé best borgið í nýjum færanlegum kennslustofum. Og þá ber ég upp tillöguna eins og hún kemur frá bæjarráði eða var fyrir bæjarráði þar sem lagt var til að samþykkja að útboð færi fram í samræmi við sviðsmynd 2a útboð á færanlegum kennslustofum fyrir skólahúsnæði á Eyrarbakka. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Kjartan Björnsson bæjarfulltrúi D-lista óskar eftir að fá að gera grein fyrir atkvæði bæjarfulltrúa D-lista. Forseti bæjarfulltrúar tilheyrendur. Svohljóðandi bókun viljum við leggja hér fram bæjarfulltrúa D-lista. Bæjarfulltrúa D-lista lýsir yfir áhyggjum sínum á stöðunni í skólamálum á Eyrarbakka og Stokkseyri og þeirri óvissu sem ríkt hefur. Einnig lýsum við yfir vonbrigðum eða ekki sé vilji til þess að skoða í fullri alvöru kostnað við lagfæringu skólahúsnæðisins á Eyrarbakka. Það skýr afstaða D-listans að skólastarf verði á Eyrarbakka og Stokkseyri í framtíðinni. Bæjarfulltrúa D-listans í sveitarfélaginu Árborg. Þá eru komin að lið 2 á dagskránni sem er síðar umræða og breytingar á samþykktum stjórn og fundarstjórn sveitarfélagsins Árborgar. Það seinni umræða breytingu sem snýður að því að fjölga bæjarstjórnarfundum í 2 í mánuði í staðinn fyrir 1. Orðið laust þessa tillögu. Engin kveður sér ljós, þeir sem geta samþykkt hana gjörðu svo gefa merki. Þeir sem eru á móti gefa merki. Hún sagði hérna 5 atkvæðum, 4 bæjarfulltrúar D-lista sitja hjá. Þá á dagskrárliður nr. 3, það er tillaga deiliskipulagi Heiðabrún 6 til 6b. Það er tillaga frá 91. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 23. mars síðastliðnum, liður 3. Tillaga deiliskipulagi Heiðabrún 6b. Kjartan Sigurbjartsson, prófart teiknistofu, lagði fram tillögu að deiliskipulagi fyrir lóðina Heiðabrún 6 og Stokkseyri. Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir að lóðin Heiðabrún 6 sem er 852 fermetrar að stærð yrði parhúsarlóð 6 til 6a og heimilt að byggja parhús með stakstæðum eða sambyggðum bílskúr. Húsin yrðu einni hæð með risi. Hámarksvegghæð alltaf 3,5 metrar og mennishæð alltaf 6,5 metra.
Nýtingarhlutfall alltaf 0,5. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir tillöguna til auglýsinga fyrir sitt leyti og lagði til bæjarstjórnar tillagan yrði samþykkt til auglýsingar í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þessi tillaga liggur fyrir og ég ítreka það sem ég sagði áðan, þetta er samþykkt tillöguna til auglýsingar. Orðið er laust þessa tillögu. Engin kveður svo ljós þess að geta samþykkt hana gjöf svo gefamerki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er að dagskrárliður 4, það er samruni lóða Dísastæði 2C og 4B. Það er tillaga frá 91. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 23. mars síðastliðinn, liður 5. Samruni lóða Dísastæði 2C og 4B. Hannes Þór Óttarsson fyrir hönd Faralands EHF lagði fram umsókn að stofna 91.731 fermetra landsbyldu sem fengi heiti Dísastæði land 4B og að stofnun lokinni yrði svo spilda sameinuðu landsbyldun Dísastæði 2C. Sameinuðu spilda fengi heiti Dísastæði 2C og yrði eftir sameiningu 198.874 fermetrar, 19,88 hektarar að stærð. Skipulags- og byggingarnefnd lagði til bæjarstjórna umsókn stofnun landsbyldu og samruna yrði samþykkt. Orðið er laust þessa tillögu. Engin kveður sér ljós þess að geta samþykkt hana gjöf svo gefamerki. Einhver á móti. Samþykkt með 7. Voruð þið öll með? Já, samþykkt með öllu greiðum atkvæðum. Og þá er dagskrárliður 5, það er deiliskipulagstillaga nafni 3. Það er tillaga frá 91. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 23. mars síðastliðinn, liður 6. Deiliskipulagstillaga nafni 3 tekið til afgreiðslu eftir auglýsingu deiliskipulagstillaga sem nær yfir lóðinu nafni 3. Lóðin er staðsett í sveitarfélaginu Árborg í Sandakarhreppi hinu forna. Á lóðinu stendur til að byggja frístundahús og gestahús. Deiliskipulagi er í samræmi við gildandi aðalskipulag Árborgar 2010-30. Skilgreint sem landbúnaðarsvæði. Skipulagstillagan var auglýst frá 22. desember 2021 til 2. febrúar 2022 og bárust engar athugasemdir. Vegagerðin bendir á í umsögninni dagsett 21. febrúar 2022 að bil milli vegtenginga á Kaldænasvegi skuli að lágmarki vera 200 metrar. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir tillögu að deiliskipulag fyrir nafna 3 og lagði til bæjarstjórnar tillagan yrði samþykkt og send skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið er laust þessa tillögu. Engin kveður sér ljós eða geta samþykkt hana gjöf svo gefamerki. Hún er samþykkt samhljóða. Síðan er dagskrárliður 6. Kjörstaðir í sveitarfélaginu Árborg í sveitarstjórnarkosningu 2022. Þessi tillaga kemur hér út af breytingum á kosningalögum meðal annars. Það sem að lagt er til að kjördeild 1-4 verði í Vallaskóla, Sólvöllum 2 Selfossi, kjördeild 5 verði í samgönguhúsinu Stað, Búðastíg 7 Eyrarbakka, kjördeild 6 verði í grunnskólanum á Stokkseyri, Stjörnusteinu 2 Stokkseyri. Orðið er laust með þessa tillögu. Kom bæjarfulltrúi Tómas Elfur Tómasson fyrir þessi ljós. Forseti, já, það voru að gera breytingar á kosningalögum á síðastliðnu ári í júní sem að taka að gildi fyrir þessar sveitarstjórnarkosningar og það eru ýmsar mjög stórvægilegar breytingar á kosningalögunum varðandi hæfi þeirra sem að sitja í kjördeildum og kjörstjórnum. Mér langar við að forseta bæjarstjórnar að aðeins að fara yfir það mál svona í stuttum máli, bara til að útskýra hvað er að gerast og hvaða áhrif nýju kosningalögin eru að hafa á sveitarfélögin út land allt nú stund. Já, það sem að kannski það er verið að heimfæra kosningalögin við alþingiskosningar yfir í sveitarstjórnarkosningar sem þýðir töluverðar takmarkanir á ýmsu aðkomu þeirra sem starfa við kosningarnar og meðal annars sem mikið hefur verið rætt og meðal annars í fjölmiðlum er það að nú eru töluvert sterkari reglur það hverjir til að vanhæfi til að starfa við kosningarnar sem það starfa í kjördeildum, sitja og taka á móti fólki sem er að koma að greiða atkvæði og er þar orðið nánast mjög
að með þess að mjög fjarskyldir ættingjar sem mega ekki starfa í kjördeildum og bara sem dæmi að það er náttúrulega í fyrsta lagi ekki foreldrar, ekki systkini, ekki makar, ekki afar og ömmur, ekki makar systkina, ekki systkinabörn, ekki systkini foreldra, ekki frændsystkini, ekki foreldrar maka, ekki systkini maka og ekki börn systkinamaka. Ekki barn, ekki maki barns, ekki barnabörn og ekki maki barnabarns. Þetta er orðið mjög víðtækt og þetta er bara það sem er í lögunum núna, að ef að kjörstjórnarmaður er skyldur einhverjum á lista, framboðslista í þessum dúr, þá getur hann ekki tekið þátt í því að sitja í kjördeildum eða kjörstjórnum eða yfirkjörstjórn. Þannig að svo ég upplýsi það hér að þá er búið að senda öllum sem hafa setið í kjördeildum og eru núna sem sagt voru kosnir síðast í kjörstjórnir í sveitarfélaginu og að senda þeim tölvupóst og þeir hafa verið beðnir það að upplýsa starfsmann sveitarfélagsins það hvort að þeir telji sig vera vanhæfa út frá þessum reglum. Listar eru ekki allir komnir fram en 8. apríl eiga þeir allir að vera komið fram og þá hefst vinna við það að fara yfir það hvort að það sé þeir sem eftir sitja og hafa ekki sagt sér frá því að vinna í kjörstjórnum, hvort að það er alveg öruggt að þeir séu, ég segi ekki blóðtengdir en nánast einhverjum sem er á listum því að raun og veru er hætt á því annars að kosningarnir séu ógildar eða hægt að kæra þær. Þannig að þetta er svona í stuttu máli en ég held það væri kannski beinið því til bæjarrittar og bæjarstjóra að því það er verið gefin út ágætis mynd svona í formi ættartrés vanhæfi. Svona það byrjar til fróðlegs fyrir íbúa og aðra að setja þetta sem svona frétt inn á heimasíðu sveitarfélagsins en að fólk geti átt að sjá þessu hvað þetta snýst. En allavega er þetta orðið mjög takmarkandi og verður mikið að verka að finna nýtt fólk til að starfa í kjördeildum. Þá eru komin að lið nr. 7. Það er fundartími bæjarstjórnar og bæjarráðs 2022. Fyrirgefið þið. Það er aðeins fljótur á mér. Ég átti eftir að bera þetta upp með samþykkt þessar kjördeildir sem hafa verið undanförnu. Þessi samþykki það gjörur svo gefa merki. Takk fyrir samþykkt samhljóða. Ég var orðinn svo heitur yfir þessu sem að sumir kalla rugl. En þá var það fundartími bæjarstjórnar og bæjarráðs. Það er lagt til að næsti fundur bæjarstjórnar verði haldið miðvikudaginn 27. apríl næstkomandi og þar næsti fundur bæjarstjórnar sem verður síðasti bæjarstjórnarfundur á þessu kjörtímabili verði haldinn 11. maí. Ástæðan fyrir þessum dagsetningum, bæjarstjórnarfundir átt að vera 20. apríl, er meðal annars svo að við þurfum að samþykkja allar kjörstjórnir á bæjarstjórnarfundi, að það verði örugglega búið að fara í gegnum það og eins að það verði öruggt að það liggi fyrir ársreikningu til fyrri og síðan seinni umræðu samþykkta þarna 11. maí. Orðið laust Gunnar Egilsson er beðið um orðið gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúa tilheyrendur. Já, ég er ekki alveg sammála því að vera með fundið 27. apríl og svo 11. maí. Inga kom inn á bæjarráðsfund í Hákur daginn fjármálastjóri sveitarfélagsins og hún sagði ætlaði að vera með fundið 13. Þannig tafðist hjá henni, hún sagði að vera klár meðan 20. fyrir umræðum ársreikninginn og þess vegna tel ég það að það veri miklu, ég tel það að ég get ekki samþykkt 27. apríl, ég samþykki 20. apríl og 4. maí. Þetta voru tillögur. Ég veit ekki hvað hefur skeið og hvað hefur breyst út af því að vera að fara með þetta svona nálægt kosningum. Sjáum þetta er bara 11. maí og það er 14. maí er kosningar. Af hverju vil ég ekki hafa aðeins fyrr? Þetta er vita að það eru kosningar og á bara að vera ástæðningur á bara að vera klár fyrir þann tíma. Vel fyrir þann tíma. Þessi tillaga lögð fram eingöngu ósk frá starfsmönnum sveitarfélagsins, bæði varðandi ársreikningin og mönnun á kjörstjórnum. Og ég bara
tel það frekar að sé betra að samþykkja það heldur en að halda sig við eitthvað annað og þurfa svo að fresta því. Þannig að það sé alveg öruggt að þessi vinna klárist. Ég er alveg sammála því, en ég geti raun og veru ekki sem forseti bæjarstjórnar annað en hlusta þegar það er rætt þetta af starfsfólkinu, að það sé örugglega tilbúin með gögn fyrir fundin, að það sé betra og skynsamlegra þá að hlusta á það heldur en að heyra á einhverja dagsetningar og þurfa svo þá að færa hann síðust stund. Þannig að tillagan liggur svona fyrir. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gjörðu svo gefa merki. Einhver á móti. Svo er ekki, hún er samþykkt með 5 atkvæðum, bæjarfulltrúar D-lista sitja hjá. Þá er liður 8. Það er til kynningar fundargerð fræðslunefndar. 42. fundur haldinn 15. mars 2022. Þú sem vil ræða eitthvað í henni. Þú er ekki. Þá er liður 9, það er til kynningar fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Það er 90. fundur haldinn 16. mars síðastliðinn. Engin hversu ljós. Þá er það liður 10 á dagskránni. Það er fundargerð bæjarráðs. 142. fundur haldinn 17. mars síðastliðinn. Það sér engin ljós. Þá er það Gunnar Egilsson, tekur málskjörðu svo vel. Ég kem undir máli forseti bæjarfulltrúa tilraundur, kem undir máli hérna 9. lið í bæjarráði, það sambandi opið bókald. Hvað er frétt af því? Hvað er að frétta af því? Á þessum bæjarráðsfundi sem að Gunnar vísar í var fyrirspurn frá bæjarfulltrúa D-lista opið bókald. Óska eftir svari fyrir næsta fund bæjarráðs sem að átti að vera 24. Tómas Elfur Tómasson tekur til máls. Forseti, ég myndir sama lið og svo ætla ég að ræða annað lið þarna líka. Varðandi opna bókaldið, við vorum sammála um það í bæjarráði að ýta eftir því að þetta yrði gert. Beindu því til fjármálastjóra að klára þessa vinnu sem allra fyrst. Við vorum öll sammála um það, hver og eitt, og þetta er ekkert annað en sjálfsagt að íbúarnir geti skoðað í hvert peningarnir þeirra er að fara. Við erum öll hjartanlega sammála, þeir sem að sitja hér í bæjarstjórn. Og ég kannski beina þessi fyrirspurn bara til bæjarstjóra, þannig að við beindum þessu inn til fjármálastjóra til að klára þetta og kannski bæjarstjóri geti upplýst okkur um hvað vinnan er komin og við hvaða þetta sé búið að ræða þarna við einhver aðeila sem maður geta tekið dagsur og klára þetta svona í hittu og bingo. Og ég ætla að ræða annað mál. Og við sjá, voru bæjarráðsfundinum. Og að finna þetta. Nei, það er nýrri fundargerð. Það er mikið tilefni sem bæjarstjórnarfundi sem heldur þessari máli. Þannig að ég þarf að koma til þeimlið síðan. Það verður meira eitt bæjarráð. Já, eru fleiri. Gísli Halldór Halldórsson bæjarstjóri tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og góðir áhorfendur. Já, það er fjármálastjóri upplýsti mig í morgun að það væri hægt að ljúka þessu verkefni með opið bókhald, quiz, bang, búm á næstu vikum. Ég man ekki hvort það voru
3 vikur. Það kostar um 1 milljón króna og við þurfum að fá þá samþykki fyrir því. Takk fyrir. Þá tekur til máls bæjarfulltrúi Ari Björn Þórarinsson. Já, fórstu góðir bæjarfulltrúar, gestir tilhörundur. Þetta eiginlega svolítið fyndið mál bara. Þetta var á stefnuskrá meirihlutans 2018 og skeður ekkert í málinu. Og svona svolítið verið að kenna bara fjármála stjóranum og kerfinu hér að það ekki gerst í þessu. Það var náttúrulega bara ekkert unni í málinu, það var ekki vilji fyrir því að klára þetta fyrir núna 10 mínútur fyrir kosningar. Og þetta átti þetta bara að koma inn þarna strax 2018 ef að þetta var á stefnuskránni. Það var ekkert mál að gera það og það hefur kannski verið einhverjum hnökrar en það var bara ekkert unni í málinu á það. Það nú heilaði sannleikurinn að það var ekkert unni í málinu. Og fyrir en allt í núna það var stoppað upp. Auðvitað kannski bara að kenna okkur það hafi ekki verið að reka eftir þessu. Það má líka segja það að minnhlutin ábyggilega á að vera rifja upp og reka eftir málum sem eru bara fín og góð. Og en ekkert skeiði. Það bara skeiði ekkert í þessu máli og það var ekkert vilji fyrir að láta skeiði þessu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Arna Ýr Gunnarsdóttir. Forseti, við skulum fara rétt yfir söguna. Það var þannig að það var í tíð, það voru allir sammála um þetta á kjörtímabilinu 2014 til 2018, bæjarfulltrúi Ari Björn. Og rétt fyrir kosningar, eða á allavega þarna vorönninni, ef við tölum eins og skólafólk, vorönninni 2018, þá var samþykkt í bæjarráði að fara í opið bókhald og þá voru veittir fjármunir í það, 1,5 milljón og það var búið að semja við KPMG að fara í þetta fyrir okkur, eða sem sagt við fengum tilboð frá einhverjum aðilum og þá var ákveðið að ganga til samninga við KPMG og þetta kostaði 1,5 milljón á þeim tíma og búið að samþykkja fjármagn í þetta verkefni. Síðan verða mistök hjá KPMG að það gerist hjá einhverjum sveitafélögum að það gjörsamlega fer út á alnetið, fjárhagsaðstoð og alls konar barnaverndarmál og alls konar mál sem eru afar viðkvæm og mega náttúrulega hvergi vera nema í öruggustu læstu hirslum sem eru til og þá hafðist þetta mál, þá hrökk það náttúrulega í bakkir og gerðist ekkert lengi að það var svona svolítið verið að bíða eftir að KPMG lagaði þetta til þess að væri hægt að ganga til samninga við á. Síðan held ég bara við getum sagt að þetta mál hafi hérna glemst að því að það var bara, það voru allir að biðja eftir öllum, fjármálasvið var að biðja eftir að kemi einhver ný skilaboð frá KPMG að þetta væri í lagi og síðan gerist það að fjárveitingin bara dettur út á næstu árun en það eru auðvitað engin kannski endilega, það er ekki endalaus afsökun, það er alveg hárrétt og þetta er bara mál sem að hefur kannski bara á ákveðin hátt glemst. En þetta er svona byrjunarsagan í þessu og en ekki þar fyrir að það hafa alltaf allir verið sammála að þetta eigum við að gera og sem betur fer þá er þetta aftur komið af stað og mun þá væntanlega líta dagsins ljós á næstu vikum. Það er auðvitað verið að það var aftur farið að skoða fá tilboð frá fyrirtækjum og nú eru aðrir sem er auðveldar að ganga til samninga við heldur en KPMG. Það eru auðveldar að ganga til samninga sennilega við annað fyrirtæki sem er með í rauninni bókhaldskerfi sem sveitafélagið vinnur með. Þannig að vonandi bara kemur þetta núna næstu dögum. Takk. Já, fleiri sem vilja taka til máls fundargerð bæjarráðs. Svo er ekki. Ára liður 11, það er fundargerð eign- og veitunefndar 61. fundur, haldinn 23. mars síðastliðinn. Tómas Ellert Tómasson bæjarfulltrúi tekur til máls.
Forseti, já, ég tek til hérna máls undir lið fundargerðar, eigna og veitunum. Það má segja, þessu mjög stóra fréttir sem hafa borist af þeim fundi að þarf að fara yfir ýmsar tæknilegar lausnir og annað varðandi hreinsistöðina í Geitanesi og fari yfir það og samþykkt hvað hvernig hún ætti að vera og hvernig ætti að byggja hana upp og samþykkti þá samningar í leiðinni við hönnuði að klára hönnunina á þeim forsendum. Og merkilegt þetta, vegna þess að það eru allan það sem ég veit til og þá eru komin yfir 40 ár síðan að menn hér á Selfossi fóru að spá í það hvernig og hvort og hvernig það væri hægt að hreinsa skólp. Við færi ómengað út í, það færi óhreinsað út í Ölfusánna og þetta verkefni hefur náttúrulega verið mjög lengi í vinnslu, skiljanlega, þetta er risastór framkvæmd, margir hafa komið að þessu, það eru bæjarfulltrúar hér inni sem hafa stýrt framkvæmda og veitunefnd og komið að þessu máli líka og sett af stað svona undirbúningsvinnu fyrir umhverfismatið, svona sem dæmi, en fram að þeim tíma þá höfðu náttúrulega ýmsir komið líka að því að fækka útrásum í Ölfusánna, þannig að útrásirnar væri bara ein útrás fyrir fráveitu sem að myndi þá fara í þessa hreinsistöð og nú er komið að þessu þannig að þetta er eiginlega bara stór dagur fyrir okkur öll og ég segi þetta er eiginlega verkefni sem múið taka 40 ári undirbúningi, margir bæjarfulltrúar komið að þessu, verið í þessum nefndum og tekið ýmsar ákvarðanir þetta. Þetta eru lítt sýnilegar framkvæmdir sem hefur verið farið í á undanförnum árum og áratugum. Það eru mjög kostnaðarsamar, stofnpræsinn og safnpræsinn sem að lögð hafa verið meðfram Ölfusánni og meðfram Suðurhólunum. Og þetta hleypur á milljörðum og það sem hefur nú gerst líka er það að hreinsitækninni hefur fleygt fram þannig að hreinsistöðin og mekanismin þar inni að hann er komin niður í svona viðráðanlegt verð með að við sömu hreinsi getu. Þannig að ég vil eiginlega bara óska bæjarfulltrúum bara og íbúum í sveitarfélaginu Árborg og hér á Selfossi sérstaklega bara til hamingju með það að þessi koma hann að stað að það er komin þannig að þessi lausn á hreinsistöðinni. Það er verið að hanna hana núna og hún mun fara í útboð með vorin. Það er mikið fagnaðarefni fyrir okkur öll. Ég held að nánast allir, að margir bæjarfulltrúar hér inni hafa komið að þessum málum. Þannig að mikið fagnaðarefni fyrir okkur sem komin á stað. Þetta er búið að taka langan tíma. Þetta er bara í eðli sínu þannig fráveitumálin og vinna við þau, sérstaklega umhverfismatið. Það sem að er tímafrek vinna en við erum þáttan komin á þennan stað, umhverfismatið er frá, hönnunin er komin á stað með ákveðnum forsendum og við munum sjá hreinsistöðina rísa hér við flúðirnar, Geitanesflúðirnar á þessu ári. Og segi framkvæmdu við hana munu einhver áfanga hennar munu hefjast núna í vor og væntanlega verður hún komið í gagni svo bara fullum afköstum, eða ekki alveg fullum afköstum á næsta ári. Það sem mjög sérstakt við fráveituvatnið eins og einhverjir bæjarfulltrúar hér inni vita að í eldri hverfunum svo kallar bara einfalt kerfi, þannig að það er rosalega mikið vatnsmagn í skólpinu. Gerir það að verkum að það er erfiðara að hreinsa það. Við höfum líka verið að fara í framkvæmdir í að þétta kerfið en þess að það er grunnvatn sem er komast inn í það á ýmsum stöðum.
og þar hafa við vinna við það í dag til dæmis að þétta hreinsibrunna hér og þar bæinn og byrja núna í Fosseyjaræsinu sem að mígláku brunnarnir og það náttúrulega minnkar þessa vatnsblöndun og það þarf að keyra þessa stöð einhver tíma í einhverju svona tilraunaskyni líka til mælinga og annað og líka meðan við erum að þétta kerfið þannig að eins og ég segi þetta er verulega promising verkefni og ég veit að augu allra þeirra sem að starfa í þessum geira hér á landi horfa mjög til þessa verkefni þannig að ég bara óska ykkur þeim sem að koma að þessu verkefni tíðina, bara til hamingju með að vera komin á stað. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Egilsson. Forseti bæjarfulltrúa til þetta og já, þetta er heilmikil yfirferð hjá Tómas Ellert. Ein spurning. Hvað líður að fráveiturreglugerðinni í sveitarfélagi? Hver er hún? Þetta er svona að tengja þetta, bara spurning. Fleiri sem vilja ræða fundargerð eign- og veitunefndar 61. fundur. Já. Svo er Tómas Ellert Tómasson tekur til máls. Forseti, það er verið að vinna í fráveiturreglugerðinni og eins og kannski bæjarfulltrúinn veit að þá eru ýmsar breytingar líka í farvatninu þar. Bara stjórnvöldum og það hvernig að kröfur á að gera til hreinsunar á hinum ýmsu stöðum. Þannig að það er mikið debatt veit ég og Samorka er að vinna í þeim málefnum. Það varstu að tala fráveitur samþykktina okkar, ekki líka? Þú varstu að meina hana, fráveitur samþykktina. Þá er hún bara í fullri vinnslu og hún verður vantilega tekið fyrir vonandi í eigna- og veitunefndarfundi bara á næsta eða þarnæsta fundi eigna- og veitunefndar og afgreitt. Þú tekur til máls Gunnar Egilsson. Þetta er bæjarfulltrúa til þetta og já, það er gott og það verður klár. Ég hef bara ekki séð neitt hann. Veistu að vera að vinna hann? Hver er að vinna hann? Við byrjaðum á þessu á kjörtímabilinu 2014 til 18 og þá var vunnið þetta og síðan stoppaði þetta út af þetta var í Umhverfisstofnun það mál út af breytinga fráveiturreglugerð þá stoppuðu vegna þess að þetta skiptir miklu máli þessi fráveiturreglugerð gerir það að verkum að til dæmis eins og eitt dæmi sem við höfum fyrir augunum það er útrásin frá sláturhúsum sem pirra marga á annað og það er inn í þeirri reglugerð sem þarf auðvitað að koma á stað til þessi sé að setja þá í þvingun að setja upp hreinsistöð þess að það seldum við landi til þeirra á sinn tíma til þess að þið færi í þetta og núna er liðin 4 ár og ég hef ekki séð neitt þetta. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Tómas Ellert Tómasson. Forseti, það hefur verið inn í þessu kjörtímabilinu, þetta hefur verið tekið fyrir eign- og veitunefnd. Það er fundargerðir hafa nú komið fyrir bæjarráð. Þessi vinna er full gangi en þú bendir á þetta að það er ýmis atriði í okkar samþykkt sem að fráveitursamþykkt sem að eru börsins tíma og það var nauðsyn að lagfæra hana, heimfæra hana upp á nútíma aðstæður. En svarið er það að það hefur unnið í þessu ákjörtímabilinu og eins og ég segi og er tekið fyrir í eigna- og veitunefnd líka.
Og þá er komið að dagskrárliðnum með 12, það er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar, það er 91. fundur haldinn 23. mars síðastliðinn. Hún er til kynningar. Það er enginn sem kveður sér ljós. Og þá er komið að 13. dagskrárlið, það er fundargerð bæjarráðs, 143. fundur haldinn 24. mars síðastliðinn. Þá tekur til máls Tómas Ellert Tómasson, bæjarfulltrúi. Forseti, hérna kemur á fundargerðin sem ég ætlaði að ræða áðan. Og þarna er enda svarið frá fjármálaráðherra varðandi vopnabókhaldi líka, en við erum búin að ræða það, bæta neinu þarfið. Það var, mál númer... Er þetta ekki? Nei, það er að koma næsta bæst. Það var á síðasta bæjar. Það er ekki. Ég byrst afsökunar að hafa eitt tíma eitthvað einskis. Fleiri sem vilja ræða fundargerð bæjarráðs, 143. fundur. Það er greinilega nóg að ræða á næsta bæjarstjórnarfundi fundargerð bæjarráðs. Svo er ekki, þá er dagskrá fundarins tæmd og ég bið bæjarfulltrúa að undirrita fundargerðarbók og undirrita síðan fundargerð á vefnum þegar hún er tilbúin. Þakka ykkur fyrir setuna og segi þessum það kom það gamla góða græn, slítið.